Bogi, við byrjum á þér. Þú ert nú búinn að vera í fréttum lengi. Já, nærri 40 ár. Nærri 40 ár. Hversu stórt er þetta fréttamál, finnst þér bara sem fréttamaður sem að hefur séð margt? Farðu bara á kaffihús, á mannamót, hvað er talað. Þá sérðu hversu stór frétt þetta er. Já. Og ég hef verið að velta því fyrir mér, vegna þess að ég starfa nú á fréttastofu sem að bussir frá deginum í dag, tekur sér býsna alvarlega og reynir að segja sannar og réttar fréttir og mögulegt er. Já. Hvernig hefði það gengið í Bretlandi ef eitthvað svipað hefði komið fyrir David Cameron og hann hefði neitað BBC viðtal í alla þennan tíma sem að Sigmundur Davíð hefur gert. Og við höfum á hverjum einasta degi reynt að ná í hann og við fáum alltaf afsvar. Og nú á Sigmundur Davíð sem að ég réði nú til starfa á fréttastofunni fyrir 16 árum og var viðlóðandi þetta fyrirtæki í svona meira og minna í 7 ár, hann á að vita, við erum ekki tilgangsfréttamennsku. Við erum ekki að þjóna einum eða neinum nema eigendum okkar sem almenningur í landinu. Við erum ekki að þjóna pólitískum öflum, ekki Evrópusambandinu, ekki hagsmunasamtökum, almenningi í landinu. Þannig að við viljum að fólk fái upplýsingarnar og þær séu lagðar á borðið, svo getur fólk metið þær upplýsingar og tekið sín afstöðu.